Jæja, ég ætla þá að reyna að koma því betur að sem við vorum að fjalla í morgun lausna formúlu fyrir 3x3 kerfi og setjum bara hugmyndina fyrst svona, þetta eru númer 1, þá hefur við 3 sléttur kannski í þrívídd og þá erum við þetta svona og það lítur þá einhvern veginn svona út. Það er nýtakerfi talnanna í sléttunum A11 AX1 plus fyrsta lína A2 X2 plus A1 3 X3 og þetta er einhver tala sem við köllum B1 og næsta slétta væri þá A21 X1 plus A22 X2 plus A23 X3 og þetta er einhver tala B2. Þriðja og næsta jafnan eða sléttan er þá A lína 3 dálkur 1 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 jafnt og B3 og nú skulum við gefa okkur einhverja tölur í staðin fyrir stöðlana A1 og þá og teikna upp mynd í GeoGebru. Skulum bara velja þægilega tölur. Fyrsta jafnan geti verið svona með tölum, segjum bara x1, svona þægilegt, og 2x2, 3x3 og við skulum velja tölu hérna hægra megin sem að 1, 2 og 3 ganga upp í og svo auðvitað að teikna, sem 6. Ég ætla að nota GeoGebru og teikna þessa upp. Við vorum búin að sjá út með því að halda fyrir. Segja til dæmis að x2 með veljupunkta, þessi sé 0 og þessi sé 0. Þá sjáum við að x1 verður að vera 6 og segja að punkturinn 6,0,0 verður að vera sléttunni. Og teiknum þessu upp. Hérna. X-ásin er rauður, Y-ásin er grænn, Z-ásin er blár, RGB og nú þurfum við að gera X og Z. 1x plus 2y plus 3 setur, þetta á að vera 6. Svona, og hún skýrir þetta jöfnu 1. Ef ég vel, við horfum á jöfnuna og ég vel y jafnt á 0 og z jafnt á 0, þá verður x að vera 6 og það þýðir að punkturinn 6,0,0 verður að liggja í sléttunni. Og nú langar mig bara að aðtöga hvort þetta gangi ekki alltaf eftir. Síðan þarna og sérstaklega ef við gefum okkur það við hefðum ekki sléttuna, við getum svo sem falið þarna og við ætlum að finna annan punkt á sléttunni, þá myndum við vilja kannski x jafnt á 0 og z-uni jafnt á 0 en þá er 2 y jafnt á 6 og y er því 3 og nú slægi ég bara inn þá punkta, ég valdi x sem 0, y varð að vera 3 og z-an er 0 og svo skoðið hvar hann kemur, þannig er hann á y-ástum og svo til þess að fá þriðja punktinn þá get ég valið x er 0, y er 0 þannig að 3 setur eru 6 þannig að z-an er 2 og með við valið þá er það 0,0,2 til þess að sjá hvað ég var að segja vigra sem spanna sléttuna þá getum við til dæmis tekið vigra í sléttunni frá punktinum A, það sé færsluvigur og þá er það þægilegt í GeoGebru, þá segjum við bara vigur frá A til C og teiknar hann inn og síðan hinn vigur frá A til B og á þessa 2 vigra leggum maður síðan sléttuna og nú skulum við skoða hann aftur. Svona já
Og ef ég krossa þessa viðra, sem heita núna U og V, þá fæ ég þvervígur á sléttuna. Það er eftir að skoða líka. En látum þetta duga núna. Þetta er bara svo tækni sem er notuð, minnstu kosti þegar við höfum ekki svona góða græjur eins og hér eru. Meira ætla ég svo sem ekki að segja þetta, þannig ég ætla bara að eyða þessum punktum og halda áfram að finna sléttur. Ég ætla að reyna að velja þær þannig að þær skerist í einum punkti. Nema hvað, þarna hef ég þá sléttu. Ég get svona svelt myndinni fyrir mig til að sjá hvað hann fer niður fyrir X í sléttuna, þessa sem er með svona sjálfskipuðu hnýtakerfi. Næsta, skrifa þetta kannski bara upp jafnóðum. Lína númer 2, hún væri, höfum líka bara eitthvað einfalt hér að því við ætlum að gásseiða. X1 mínus líka til þess að það skerist örugglega, þá höfum við svona mínusa og plúsa á því sem stendur við x-in. X2 og pluss 2x3. Skulum hafa þrýst hérna. Og ef við ætlum að teikna þessu upp þá betum við nákvæmlega sömu tækni. Og númer 3, nú spara okkur eitt gásseiðingar skref, setja bara 0x1 og svo pluss 2x2, svo þetta mínus 5x3 og 3. Við skulum þá teikna þessar inn til þess að gera okkur einhverja hugmyndum hvar þessar 3 sléttur skerist. X mínus 4 eða 4 sinnum. Það er x2 og pluss 2 setur jafnt og 3. Svona, hvar kemur hún? Og við sjáum að það skerast í línu. 2 sléttur sem ekki liggja á samsíða skerast í línu og geogebralegur okkur að skipta allir þessu lit, við sjáum þetta skýrar. Og svo 3. sléttan, ég valdi svona formerkin þannig að þær hljóta eiginlega skerast og 0x1, 2x2, mínus 5x3 á að vera 3 og setjum hann inn. Þá er þetta 0x, þar er þetta ekki að skrifa það, 2i mínus 5 setur jafnt og 3. Við sjáum allavega tiltölulega vel á þessari mynd að það skerast. Við sjáum það skerast þarna í einhverjum punkti og ég ætla að sjá. Það er eftir nálægt x-inu jafnt og 6. Þá er þetta svona einhvern veginn það sem við erum að finna út. Þurfum að leysa saman 3 sléttur, hvað er að skerast. Svo beitum við gásseiðingu við þetta. Segjum bara, finnum skurðpunktinn, kallum hann bara S, skurðpunkt, sléttana. Og já, enn hérna, sléttan hennar og með gásseiðingu. Og við höfum gásseiðingarreglurnar að, já, ef við viljum þá megum við sko, við megum víxla á línum ef við viljum. Við megum margfalda í gegnum línu með tölu, bara tala má ekki gera 0 og við megum leggja línu við línu. Og þá skrifum við upp svo aukifylgi, en leið og við leyfum okkur að gera það, þá segjum við það má ekki víxla á dálkum, því þá
Því þá þurftum við alltaf að breyta uppröðun á liðunum í lausnavírunum x1, x2, x3. En ef við ákveðum það að það sé ekki leyft að víxla á dálkum, skrifa niður þá tölurnar, þessar tölur standa við x1, það þá 1, 1 og 0 og þessar tölur standa við x2, það þá 2 mínus 4 og 2 og það sem stendur við x3 er hér 3, 2 mínus 5, 3, 2 mínus 5 og það er undirskilið að þarna sé fylgja markvöldun að baki og svo skrifum við bara bíð hér og það er þá 6, 3 og 3. Þetta megum við því að uppröðun á x1, x2 og x3 breytist ekki. Og svo skulum við kannski gera þetta aðeins annan hátt heldur en gert í bókinu, taka fleiri skref því að það má gera þetta ýmsa vegu bara ef við fylgjum þessum skrefum. Og þriðja atriðið er að við erum að reyna að eyða stökum undir svokallari meginhorna línu og við byrjum á fremsta dálk. Við hefum hérna 1 og markmiðið er að eyða þessum stökum. Það er að segja við viljum nota Gauss-eyðingarreglurnar til þess að búa til 0 hér og 0 hér. Og hérna fá 1 frítt. Ef við höfum gert það, fengið 0 hér og 0 hér, þá getum við einbeitt okkur að minna kerfi, 2 kerfi. Og svo eyðum við úr því, fá 0 hér og þá erum við komið með 1 kerfi sem er auðvelt að leysa. En byrjum þá og þetta hérna táknar að það sem ég gerir næst er línu jafngilt því sem kemur eftir með Gauss-eyðingar reglunum. Og ég ætla að láta línu 1 óbreytta. Þannig ég skrifa hana bara aftur upp með 1, 2, 3 og 6. Nú ætla ég að nota línu 1 til þess að eyða línu 2 og ef ég margfalda línu 1 með mínus 1 og legg við línu 2 og skrifa útkomuna í nýja línu 2 þá fæ ég 0 hér og svo gengi orðina 1 mínus 1 er 0 mínus 4 mínus 2 mínus 6 2 mínus 3 er mínus 1 og 3 mínus 6 er mínus 3 og ég get skrifað þriðju línuna óbreytta upp því að hún er eins og ég vil hafa hana. Þetta er 0, þetta er tvistur, þetta er mínus 5 og hérna er þristur. Nú oft er mælt með að staðla hverja línu, það er að segja taka eitt skref enn hérna og deila þá alls það ekki með mínus 6, deila hér með mínus 6, deila hér með mínus 6, deila hér með 2, deila hér með 2, deila hér með 2. Við skulum líka bara sjá að það er ekkert nauðsynlegt. Við viljum bara finna tölur hér og hér þannig að það sé auðvelt að eyða þessu staki hér undan þessu. Einbeitt okkur að þessu hérna. Þetta er bara 2 neppi. Og ég vil þá margfalda í gegnum línu 3 með einhverju tölu, svona allstaðar. Þannig það blasir við hvernig ég get lagt þessa við þessa, þannig útkomið 0 hér. Og stundum þetta flóknari tölur, þá myndum við að taka kannski þessa hérna tölu og segja gott og vel. 2 sinnum einhver tala á að vera þessi hér.
og við ráðum hvort það plús eða mínus. Segjum bara við veljum plúsin, þá vera plús 6, en þá r-ið 3. Það var auðvelt í þessu tilviki og ég ætla því að segja hér að ég ætla kannski að taka það bara í næsta skrifi. Allt í lagi, ég ætla að skrifa línu 1 óbreytta upp, línu 2 óbreytta upp og síðan ætla ég að skrifa nýja línu 3 einmitt með þessu. Ég ætla að bara þrefalda línu 3 og skrifa þá niðurstöðu í nýja línu 3, svona. Kannski ágætt að taka fleiri skrif en færri stundum. Hér er þá 6 óbreytt 0 mínus 6 mínus 1 mínus 3 og ég ætla að þrefalda hvert stak í næstu línu 0, 23 eru 6, mínus 5 sinnum 3 eru mínus 15 og hér ég á þrefalda þristin, ég fæ 9 og nú er auðvelt að eyða þessu staki og þetta er þá línu jafngilt. Að skrifa línu 1 óbreytt upp, 1, 2, 3 og 6 og 0 mínus 6 mínus 1 mínus 3, það er lína 2 óbreytt. En nú get ég skrifa bara lína 1 pluss lína 2 og skrifa útkomin í lína 3. Nei, lína 2 pluss lína 3. Það verður skrifað í nýja línu 3. Svo gengi á röðina, 0 pluss 0 eru 0, mínus 6 pluss 6 eru 0, mínus 1 mínus 15 eru mínus 16 og mínus 3 pluss 9 eru 6. Svona. Og nú skrifum við jöfnuhneppi rauninni aftur upp með þessum 9 stöðlum. Og við skulum kannski gera það. Það er alveg sama lausnin að því við farið löglega að. Og ég skrifa núna aftur út jöfnuhneppið. Og við gerum þetta ekki alltaf. Við látum nægja að skrifa út næstu línuna. En efsta línan er núna svona. Hún er 1x pluss 2x2. 1x pluss 2x2 pluss 3x3 jafnt og 6. Það er ekkert átt við hana. Nýja lína 2 er mínus 6x2 mínus x3 jafnt og mínus 3. Og nú má ég, ef mér listir, hreinlega margfalda í gegnum nýja línu 2 með, mínus 1. Og það er svo allt í lagi. Bara þetta er allt mínustölur. Þannig að þetta er alveg jafngilt. Og svo lokalínan, þá höfum við að mínus 16x3 er 6. Og nú er beitt svo kallari endurinnsetningu og við segjum bara fæ að x3 er mínus 6 16. Skrifa þetta svona 3 8. 1 8 er 12,5% og er 0,125 og 3 sessunum það eru 37,5%. Ef við viljum sjá sem sagt tugaföld samsetningu, þetta er 0,375. Endurinnsetning er það kallað. Og þá byrja ég á línu 2 að því ég veit hvað þetta er. Og þá höfum við það 6x2 sparum við 1 skref er 3 mínus x3 setinn x-ið sem ég fann 3 mínus 3 8. og 3 svo 8 er 24
pluss 3 þarna þegar ég gerir samnefnt. Ég er með 27 áttundu. Sem sagt, 6x2 er 27 áttundu. Þá er 1x2, eða bara x2. x2 er þá 27 á móti, 6 8. Og það er þristur í 6-unni, það er þristur í 27. Þannig að hér er það eftir 9 og hér er eftir tvistur og 8, það sem styttist út. Þetta er 9 16. Og 1 16 er 6,25%. Það látum þetta bara standa. Og svo er maður alltaf slá þessu inn í vél og svo eigum við núna þessa tölu x2 og x3 og setjum inn í jöfnu 1. Hún lítur svona út og við setja tölda kannski bara beint inn. x1 pluss 2 sinnum x2 ég sé hana beint fyrir á mig 9 16 pluss 3 sinnum x3 hún er hér. Það er svona mínus 3 áttundu. Þetta á að vera 6 og það fáum við x1 pluss 9 áttundu partar sem er tvistur og hérna erum við með mínus 9. Þetta kemur nú mjög þægilega út. 9 áttundu mínus 9 áttundu, þetta er 6. En þá veit ég hvað línurnar gerast. Skurðpunkturinn er x jafnt og ég hef ekki skrifað þetta x1, x2, x3 er þá 6 og x2 eða í eins og GeoGebra vill fá það er 9 16 og setan eða x3 var mínus 3 áttundu. Mínus 3 áttundu. Og við skulum þá setja þessa punkta inn í myndina aftur. Ég ætla bara að prófa slá hann beint inn og athuga hvort að ég hitti akkurat þar sem að slétturnar gerast. 6 9 áttundu 9 deilt með 8 og svo mínus 3 áttundu mínus 3 áttundu svona og þetta er ekki rétt hjá mér. Ég skrifa 9 16 9 16 16 þannig að stoppa þú góða mín og já þetta getur samþykkt annars gerast sléttunar. Þetta er. Nú svo er